Góðan daginn. Byrjaðu nú að loka augunum. Þú líka í streyminu. Anda djúpt inn og út. Árið er 2006. Hvar varstu þá? Hvað varstu að læra eða hvað varstu að vinna? Opnaðu augun aftur. Þá var ég í doktorsnáminu að elda drauminn minn sem er að rannsaka eldfjöll. Og það svo skemmtilega vil til að ég fekk tækifæri til þess að fara og rannsaka eldfjall í Tonga, sem er rétt fyrir sunnan Samoa og Stefán var að spyrja ykkur hvort að þið viti hvað Samoa er. Samoa er hérna. Hér. Og hérna er Tonga rétt fyrir sunnan. Nuku'alofa sem er höfuðborg í Tonga er 2 metrar yfir sjávarmálið. Þið getur nú rétt ímynda ykkur hvað það þýðir. Aukin tíðni storma, hækkun sjávar, súrnun hafsins og svo framvegis. En þetta var sem sagt fyrir 17 árum síðan og eftir doktorsnámi mitt og fleiri ævintýri þá flutti ég til Íslands. Og það var svo sannarlega draumurinn eldfjöll bara að vera að veruleika þar. En svo byrjaði ég að vinna í loftslagsmálum og þar með færum við okkur yfir í efni þess erindis. Þetta er losun Íslands. Söguleg losun, sem er losun sem Umhverfisstofnun, Landgræðslan og Skógrækt ber ábyrgð á að reikna. Hún er gefin í kilotonnum CO2 ígildum sem þýðir til dæmis hérna 14.000, þetta þýðir 14.000 kilotonn eða 14 miljón tonn. Þetta er bókhaldið sem notað er til þess að sjá til hvort að við stöndum alþjóðlegum skuldbindingum okkar. Aðferðafræði er stöðluð og rýnt af erlendum sérfræðingum. Línan hér sýna þessi 3 kerfi sem bæri ráðherrann og Helga er nú þegar búin að nefna. En það er losun sem tilheyrir undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, bein ábyrgð Íslands og landnotkun. Það sem er ekki að þessum grafi samt eru alþjóðasamgöngur. Og hér sjáum við 1990, losunin hefur farið upp, svo svolítið bratt upp rétt fyrir hruni, svo kemur hrun, svo hefur losunin verið svona það bil á sinn stað, smá COVID-dífa, en þetta hefur verið frekar flatt trend. Umhverfisstofnun, Landgræðsla og Skógrækt eru einnig að reikna framreikningar til að sjá hvernig losunin þróast og við vissulega núna í ár skiluðum við upplýsingum til ESB losun til 2050 en ég ætla að sýna ykkur losun til 2040. Það er árið það sem Ísland ætla að vera kolefnishlutlaust eins og framkom í erindum áðan. En af hverju var ég að spá í 2006 áðan? Það eru jafnmörg ár á milli 2006 og ársins í ár og núna 2040 það sem Ísland verður kolefnishlutlaust. Þetta er tímaramminn sem við erum að vinna með. Hér er grunnsviðsmyndin og hér erum við að taka inn í reikningin aðgerðir sem eru í gangi núna eða eru staðfestar af fjármagnaðar. Við erum einnig með viðspótarsviðsmynd sem er græna línan hér, það sem við bætum við mælanlegum aðgerðum sem er ekki fjármagnaðar eða staðfestar en það er samt raunhæfar möguleikar á því að þær muna koma í framkvæmd. Nú, þessi sviðsmyndir, þær byggja á aðgerðaáætlun sem var gefin út 2020 og svo stöðuskýrslum sem komu eftir það. Þar sem aðalmarkmiðið var þá ennþá gamla markmiðið, 29%. Og þá var 55% markmið, sjálfstætt markmið Íslands ekki komið. Líka, það eru nokkrar aðgerðir í aðgerðaáætlun sem við getum ekki tekið inn í framreikningum okkar. Þær eru ekki nógu vel útfærðar, hreinlega ekki mælanlegar. Þannig að það sem við þurfum núna, verkefni sem er framundan, er ekki einungis að vera með fleiri aðgerðir, en það er líka að vera með aðgerðir sem eru mælanlegar og vel skilgreindar til þess að við getum tekið á móti þessum og sýna að þessi lína er að fara miklu hraðar niður. Ég er sem sagt áhugamanneskja á eldfjöllum og hér er nú ein bara mest myndarlegum eldstöðum landsins, Herðubreið. En sjáðu þið,
hvernig losun Íslands, vinstri megin, hún fer svona upp, er toppurinn, og hún fer niður, en svo herðubraut fer miklu hraðar niður. Þannig að þetta verkefnið, fara hraðar niður. Hérna sama graf og ég var að sýna ykkur áðan, nema hérna ég búin að skipta þetta upp í flokkum. Græna súlurnar, það losun frá landnotkun og það búin að draga frá öll binding sem á sinn stað í landnotkun og skógrækt. Það mikið óvissa í þessum tölum og það mörg verkefni í gangi akkurat núna til þess að fá betra tölfræði yfir þetta. Og Jóhann og Arnór ætla svo að fjalla meira þann flokk. Appelsínugula súlurnar, það flokkurinn sem við kallum orka, en það bruni jarðeldsneytis og jarðvarmavirkjanir. Bláa súlurnar, það iðnaður og efnanotkun og þar undir malmframleiðsla og efnanotkun eins og kælimilar. Landbúnaðurinn í gulu súlum, það dýrarækt og afurðanotkun og úrgangurinn, rauða litla súlurnar, það aðalega urðun og skólp. En til þess að geta tekið markvissar ákvarðanir í hvaða aðgerðir best að fara í, þá þurfum við að skilja betur hvaðan losun kemur. Og þá fórum við svona aðeins í mismunandi þættir, svona í helstu þættir sem í losun Íslands. Byrjum að losun á beinni ábyrgð Íslands, eða samfélagslosun eins og hún stundum kölluð. Og hér sjáum við, þetta losun frá 2005 til 2021, og þar 75% af þeirri losun vegasamgöngur, fiskiskipin og landbúnaður. Og restina, rúmlega 25%, það losun frá urðunúrgangs, kælimillar, jarðvarmavirkjanir og fleira. Ef við skoðum hvernig þetta lítur út til 2040, þá getum við séð að langmestur samdráttur í grænu súlunum, en það rafvæðing bílaflotan og við förum aðeins betra yfir þessa flokka. En Helga, nú þegar búin að nefna 2030 markmiðin, þá ætlum við aðeins að staldra við og sjá hvernig það lítur út fyrir losun á beinni ábyrgð Íslands. Þetta söguleg losun sem ég var að sýna ykkur rétt áðan og grunnsviðsminn okkar, hún sýnir 24% samdrætti til 2030. Svarta línan, það losunarúthlutanir sem við fáum frá ESB í samstarfi okkar með þeim, sem samsvara þessi 29% markmið. Og árið 2021 það var losunin aðeins minna en losunarúthlutanir, en af hinum árum þá verður losunin okkar aðeins fyrir ofan það sem við fengjum úthlutað. Nú, það ýmsar möguleikar að færa til losunarheimildir úr ETS-kerfinu og landnotkunar og svona framvegis. Ég ætla ekki að fara það líka efni í annar fyrirlestur. En ég læt það duga að með tilfærslum það væri hægt að ná markmiðunum 2030. Hins vegar, þá vitum við að þessi 29% eiga eftir að fara upp í 40%. Síðan náttúrulega Ísland með þetta markmið 55% samdrætti. Og þetta mjög mikilvægt skref í áttina að kolefnishlutleysi. Þannig að það sést enn betra stærð og mikilvægi þess verkefnis sem við stöndum frammi fyrir. Og svo fórum við núna aðeins í þessi flokkar sem á beinni ábyrgð. Bláa línan sýnir vegasamgöngurnar sem hafa farið upp. Og vegasamgöngur svolítið skemmtilegir því það svona sýna vel hvað að gerast svona í samfélaginu. Þið sjáu hérna toppurinn 2008, síðan hrunið og síðan mikið af ferðamennum sem fara að streyma inn og búm, COVID. Og þessi losun fara upp aðeins aftur. Græna línan, losun frá fiskiskipum og hún hefur almennt séð verið að niðurleið með skilvirkar veiðar. Það vissulega toppur aftur 2022 hér vegna aukna loðnukvóta. Appelsínugulan hérna næst, það losun frá jarðvarmavirkjunum en hún hefur farið upp smá saman með aukin orkuframleiðslu. Til 2040 þá sjáum við hvernig rafbílavæðing að skila sér og vonandi. Ég sá það í Slædó í morgun, það voru rosalega margir sem komu í strætó eða hjólandi, það frábært. Þá komum við bara enn hraðar niður. Það hjólaði vinnuna núna, by the way. Umhverfisstofnunin að vinna þetta keppni.
Þannig að hér áskorun. Come get us. Þetta var aðeins frætt. En það spáð að losun frá fiskiskipum mun halda áfram að fara niður vegna betrar orkunýtni og aukinnar notkunar endurnýjanlegs eldsneyti. Og losun frá jarðvarmavirkjunum, hún spáð að fara aðeins niður með aukinni föngun og förgun og það búumst við með enn meiri samdráttur þegar staðfest verður að fleiri orkufyrirtæki ætla að fanga og fara koldíoxíð. Það verður mjög spennandi að sjá hvernig þessi lína mun svo breytast þegar við fáum það. Kælimiðlar, segja áhugaverð saga. Þetta voru efni sem voru tekin í notkun vegna þess við föttuðum að það sem við vorum notað sem kælimiðlar áður voru að eyða ósonlaginu. Þannig að við hendum þeim út og tókum þessi F-gös í staðinn. En svo kom í ljós að þessi F-gös eru með mjög sterkan gróðurhúsaáhrif. Þannig að nú verið að fasa þeim út aftur. Og framreikningar sýna að regluverkið sem hefur verið sett í kringum þetta bara mjög skilvirk og nær okkur frekar hratt niður aftur. Og sjáðu, það bara eins og til eldfjall hérna. Gígurinn hérna. Losun frá landbúnaði, það eru aðalega losun frá dýrarækt, nautgripir sem eru bláa línan og sauðfé sem appelsínugula línan. Og það eru gösin sem verða til í meldingarvegi jórturdýra sem hafa mest áhrif þar. Síðan græna línan, það áburðarnotkun og það líka frekar sveiflukennt. Það ekki rosalega margt sem við getum sýnt fram eins og í framreikningum okkar, en það rosalega mikið vinna sem í gangi akkurat núna til þess að móta fleiri aðgerðir og síðan margt hér sem við getum gert sem einstaklingar eins og bara minnka neyslu á dýraafurðum og velja lífræna ræktun. Losun frá urðun úrgangs, græna línan, hefur farið upp með aukning í magn urða úrgangs og svo hefur farið niður aftur. Og samdrátturinn má meðal annars rekja til aukningar í endurvinnslu og endurnýtingu og líka aukin metansöfnun. Og ég nú að reyna mest að ferðast með strætó en ég á annars metanbíl og þegar ég keyra með metanbílnum mínum það finnst mér bara gott að vita að ég get allavega að nota orkunar sem í kolefni í úrgangnum sem ég hendi að geta nota það aftur einu sinni enn áður en þetta fer svo í andrumsloft. Rauðalínan, það losun frá fráveitu, en þar skortir okkur svolítið á upplýsingum, þannig að við erum að reyna að fá betra upplýsingar það til þess að vera með nákvæmar tölur þar. Framtíðin sýnir það að með aukin endurvinnslu, endurnýtingu, metansöfnun, þá mun losun frá urðunar fara niður hraðar líka með bann á urðun á lífrænu úrgangi. Og síðan næst fer ég aðeins í eitt flokk sem undir ETS-kerfið frá staðbundun iðnaði og það malmframleiðslan og við sjáum hér þegar fyrirtæki fer að framleiða meira eða nýtt fyrirtæki opnar þá svona stökk. Og eins og eru framreikningarnar ekki að sýna mjög mikið því hér bara gert ráð fyrir því að fyrirtækin sem eru nú þegar starfandi halda bara áfram að framleiða jafn mikið. En hins vegar það eru rosalega mörg áhugaverð plön á dagskrá, bæði varðandi tækninýjungar, þar sem malmframleiðslan mun ekki lengur nota kolefnisrafskautar og síðan bara alveg innanlandsverkefni sem að fanga og farga koldíoxíð frá þessum stórfyrirtækjum. Þannig að við lögum bara mikið til að taka á móti þessum plönum og setja þær inn í þessar framreikningar. En þá sé ég bara yfir til landgræðslu. Já, þakka þér fyrir, Nicole. Ég vissi nú ekki af þessum eldfjallaáhuga þínum fyrir mjög nýlega. Vissirðu að það gussu 76 eldfjall 2006? Nei, það er ekki. Gott að vita. En hér höfum við stöðuna eins og hún lítur út í dag innan LULUCF landflokksins ásamt framreikningi til ársins 2040. Og þið sjáu þarna að í dag losar mólendi 5.800 kilotonn af CO2 ígildum, votlendi á losa 2.100, ræktarland 2.000 kilotonn, svo erum við með minni flokka sem eru þá byggð eða þéttbýli
og síðan viðarvörur sem falla undir skógræktina og svo höfum við skógræktina sjálfa sem að er að binda 510 kilotonn á ári og Arnór félagi minn kemur til með að ræða hér á eftir. Þannig að heildarlosunin frá þessum hluta loftslagsbókhaldsins árið 2021 er 9.400 kilotonn CO2 ígilda. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Myndin sem við vorum að skoða er grunnsviðsmyndin sem að blasir við okkur. Þar sem er gert ráð fyrir því að þróun losunar sé óbreytt og losunin árið 2040 sé þá 9.000 kilotonn CO2 ígilda. En hins vegar hefur ríkið ákveðið að grípa til aðgerða og til dæmis auka uppgræðslu, auka endurheimt votlendis, auka skógrækt eins og orðan kemur inn á hérna eftir og við það breytist þessi sviðsmynd. Og með henni þá gerum við ráð fyrir því að árið 2040 verður losunin orðin 8.300 kilotonn sem er það bil 8% samdráttur. Og þetta er það sem við köllum viðbótarsviðsmyndin. Og með þessu næst í raun og veru það bil 12% samdráttur með það sem að við erum að horfa á árið 2021. En við lumum hins vegar á einni sviðsmynd til viðbótar og hún felst í því að stöðva algjörlega framræslu lands sem því miður á sér stað en það er dag í dag. Og með því þá myndum við ná losuninni niður í það bil 8.000 kilotonn af CO2 ígildum sem að myndi þýða 15% samdrátt í losun frá LULUCF-flokknum árið 2040 miðað við 2021. Þannig að við höfum í raun og veru ýmsa raunhafa möguleika nú þegar. En svo er það skógræktin. Já, takk fyrir Jóhann. Hvar var ég 2006? Ég sat í sama stólnum við Esjuhlíðar og ég get sagt ykkur það og ég er alveg sannfærður það og ég veit að trén sem ég horfði á þá 2006, þau eru tvöfalt stærri núna heldur en þau voru þá. Og það er nefnilega þannig með trén eins og Máltaki segir, trén vaxa meðan við sofum. Við tökum ekkert eftir því að þau vaxa en þau vaxa og þau verða stærri og stærri og þau eru að binda kolefni með því að vaxa. Og hvernig getum gert grein fyrir þessu? Jú, við mælum kolefnið og það er það sem við hjá skógræktinni höfum verið að gera núna í 20 ár, að mæla kolefnið með því að mæla trén. Og það er það sem þið sjáið á þessu línuriti að það var ekkert mjög mikil binding í skógrækt 1990 en hún hefur 17-faldast frá því sem hún var þá. Og við gerum þetta ráð fyrir með þeim sviðsmyndum sem við höfum lagt upp með að hún aukist áfram. Og þar er grunnsviðsmyndin svo að við sem að gróðursetja 25 ferkílómetra á ári. Við ætlum okkur að tvöfalda það með tilkomu einkaframtaks og þá koma fyrirtæki með okkur í þessa vegferð og þá gerum við ráð fyrir að við getum náð þessum viðbóta árangri sem er sýndur þarna með rauðu línunni. Hér sjáum við Ísland og þannig er búið að skipta Íslandi niður í hálendi og láglendi og á láglendinu erum við skógræktarmenn á störfum og þar eru skógarnir okkar, það eru grænu svæðin þarna á myndinni og þarna erum við með ferningunum til hliðar búin að safna saman skógum Íslands í dökkgrænan ferning og þarna sjáum við þá aukningana í flatamáli með þessum tveimur aðgerðum. Við erum með það bil 5% af láglendi landsins vaxið skógi og kjarri og við getum aukið það rúmlega 1% með grunnsviðsmyndinni og tæplega 1% í viðbót með viðbótarsviðsmyndinni. Og þá stæðum við uppi með skóga sem væru að stórum hluta birkiskógar, 75% og 25% væri þá nytjaskógar sem við getum þá nýtt okkar til framfæris í framtíðinni. Þá þakka ég fyrir og þú tekur við, Nicole. Takk. Hér erum við aftur. Það eru mörg tækifæri sem við verðum að grípa og ný tækifæri sem við þurfum að búa til
Við hlökkum til að fá að heyra meira hvað kemur úr samtali við atvinnulífi sem Anna Sigurveig ætlar að segja okkur frá á eftir, hvað kemur úr nýja aðgerðaáætlun og hvernig þetta lítur svo út þegar við erum búin að taka það með inn. Áskorun framundan er stór, en skilaboðin frá vísindamönnum sem Helga kom inn með þessu 1,5 gráður og þar sem maðurinn frá Samoa, umhverfisráðherra frá Samoa var að segja, tíminn þess að eyða meira tíma í að velta fyrir okkur hvort að markmiðin séu nokkuð of metnaðarfull eða of óraunhæf liðinn. Við þurfum að gera betra núna og þetta er natrand verkefni og Ísland er best, sagði ráðherra. Þannig að Ísland ætlar að vera með. 1990 byrjuðum að klifra upp fjallið. Hér vorum við á toppnum 2008, flott útsýni. Núna verum við hér. Lokaðu augunum aftur. Nú er árið orðið 2040. Hvað ert þú eða börnin þín eða systkinabörnin eða barnabörnin þín gömul? Ég verð þá orðin 63 ára. Börnin mín, þið sáu þau nú áðan, að tala flugeldadóttir þau voru að vera orðin 28 og 25 ára og ég kannski orðin amma. Opnaðu augun aftur. Árið er 2040 og Ísland er orðið kolefnishlutlaust. Takk fyrir. Vonandi rætist þessi sýn.